tilhugð. Ágæti gestir, eins og eflaust flestir vita eru þessar mundir 10 ár síðan að fyrsta sýningin var haldin hér í þessari glæsilegu höll okkar léttismanna og allar götur síðan hefur sýningin í Fákar og Fjör verið haldin hér á vorri við miklu glæsi brag. Það leiðir eftir þulina að þetta er því 11. sýningin sem haldin er hér í kvöld. Bygging þessa hús gjörbreytti aðstöðu okkar hér svo í Sunnari, en það gerðist ekki þrautalaust að koma upp þessu húsi. Til þess þurfti grettistakk og það tak þurfti svo sannarlega þungavíktarmenn að grípa í. Við léttismenn höfum í langri sögu félagsins átt í okkar fórum félagsmenn sem svo sannarlega geta og hafa lýst grettistakk. Bygginganefnd Reiðhaldarinnar lagði upp í vegferð með viljan og kjarkinn af okkur. Þar voru menn eins og Holger Valdimarsson og Páll Alfreðsson, þungavíktarmenn félagstarfi okkar í áratugi og við höfum heiðrað þá og þakkað störfin mörg og góð. En á engan tel ég handað þegar ég nefni nafn sérstaklega Sigurðar J. Sigurðarsonar sem tók sæti í bygginganefndinni og stýrði henni með þeim glæsibrag svo verkin sína og sannarlega hér verkin í þessari glæsilegu reiðhöll. Einn glæsilegasta reiðhöll landsins reis hér á Hlíðarholti mitt í efnahagsgrunni Íslands og stendur hér og munum ókomin á þjóðháls léttismönnum við eflingu hestamennskunnar á Norðurlandi öllu. Einnig satt í bygginganefnd Reiðhaldarinnar Jón Björnsson og eins og þeir fyrrnefndu félagar hér hafa verið nefndir lagði Jón hér gjörva hönd á plóginn. Nú á þessum tímamótum er það mér einstaklega mikill og sannur heiður að tilkynna að stjórn Hestamannafélagsins Léttis hefur samþykkt einróma á stjórnarfundi sínum 25. apríl síðastliðinn að veita Sigurði J. Sigurðssyni og Jóni Björnssyni silfurmerki félagsins. Það framlag þeirra hér eru kallaðir til öllveigis til byggingar þessa hús verður seint fullþakkað. Og leið og ég kalla hér fram á gólfið varaformann Hestamannafélagsins Léttis Mikking Þórsson sem mun að þetta verki ber ég ykkur öllum góðar kveðjur formanns Léttis Björn Jóhanns Jónssonar sem ekki átti heimagift með okkur hér í kvöld. Einnig vil ég biðja ykkurni mín Árnadóttur að koma hér fram á gólfið og aðstoða okkur með þessa athöfn. Ágætu gestir, silfurmerkishafar Léttis árið 2019, Sigurður J. Sigurðsson og Jón Björnsson. Og hér koma þeir og leika silfurmerki Hestamannafélagsins Léttis Þingvörgur upp ómetanleg framlag þeirra til byggingar Léttishallarinnar fyrir 10 árum síðan. Kæru vinir Sigurður J. Sigurðsson og Jón Björnsson, hafi hjartans þakkir fyrir framlag ykkar til félagsins, það munum við meta mikið og gleymum ei. Innilega til hamingju félagagóðir, ágætu gestir, við skulum þakka þessu betur með kröftugu og klári. Sigurður J. Sigurðsson og Jón Björnsson. Andi Freyr Maríunarsson og móðinni frá Þórsskóli, glæsilegum bóróttum, undan Þórótti frá Þóroddstöðum og Elju frá Ingólfsskóli. Já, og svo er Leifur Már Þórsson á flugum frá Hrafnagili sem er 46 metra gömul. Hún er þetta gerur frá Bandaliðu og Rauðhættur frá Fákni Föl. Þetta er mjög glæðilega frá.
Bóndinn þar hefur nú finnið ekkert vitt og rossum. En undan þessari veiði, sem einhvern veginn orpaðist í hestamanna hendur, fyrir það eitt að ég verið undan bröðar frá þessum stöðum, var að þessi veiði er búin að dæla út hverjum gæðingnum og fættur öðrum. Þetta er svo gaman þegar svona gerist. Það eru nokkra svona superverandar. Það er kannski ekki endilega hátæmda sjálfar eða stórstjörnur en eru frábærar í rækjum. Sjáu þessa veiði, glæsileg og ekki að síðan svo mógulótti, ekki fyrsti ofurháhýtti mógulótti hestur sem hefur komið frá Ingólfsskóli. Nei, það liggur nú ófeilsblóðið í rækjuninni og þetta er glæsilegir fulltrúar ungra landsliðsmanna og við segjum bara til hamingju í léttismenn með landsliðsstrákana ykkar. Þetta eru flottir strákar, hafa leiklega farið allar stígan eins og maður segir. Þetta var ekki keypt til að einhverju góðhestar. Þetta eru strákar sem búin að temja frá þeir voru börn, hríðir, ótöndum og ríkitöndum og gæðingum og allt þar á milli. Og svo er Egill Már að fara aðfara sem sugarkóti. Þetta er hverja. Strákarnir nota hérna efnilegir og það er gaman að nefna þetta með þetta nýja undir 21 ára landslið að það skiptist reglulega og það er farið í ýmsaferli. Þessi er mat. Ja, þetta er partur af magnustjáðunum. Það er að kunna veikum. Það er sjóvinn. Það er sjóvinn. Það er ekki kannski ekki mat, það er náttúrulega þannig. Já. Nóðið mósa. Já, og það er gaman að sjá þessi hross, annars vegar 14 metra gaman, trautreyndan klár og svo hins vegar þess að út úr þessu. Bæði frábært hvort á sinn hátt og strákarnir náttúrulega alveg frábært. Og við skulum sjá hvort þeir fara ekki í gegnum strákar. Og þeir eru auðvitað klættir í íslenska landslagshúninginn og bera hann með stolti. Ég held að Landvarðarinn, Atli Þórðarson. gæðingum. Já. Og alveg að reysa það út af aftur. Hér er hver gæðingur og fætur öðrum mættur í sveitina. Hér fyrst fyrir framan okkur er Höskuldur Jónsson. Þá sé ekki á mér Ísraktun lýst frá Sámstöðum. En svo er undan spuna frá Vesturborgi og Mótskúl frá Höskuldstöðum. Já, þá kemur næst Jörgur Rissa. Það er sveitin í Bjarnarsson sem er mínu frá Möstum 3. Hún er 7 vetra gömul undan Fróðabarstaðanum og liðið frá Möstum 3. Og þá er það Elín Ingvarsson á þeirri gráu. Það er Glesa frá Yfri Rauðavík. Grá 9 vetra, en hún er undan Frosta frá Yfri Rauðavík og Pantúru frá Tungur. Já, og þá kemur við, já, Kristjánóttarrossið. Það er hann Ragnar Stefánsson sem setur Máladísi frá Litladal. Hún er 9 vetra gömul undan Ramma frá Búlandi og Aldísi frá Litladal.
Þá er það bara Brynjarhrossið sem við möttum að kynna. Já, það er Bjarki Fannar Stefánsson og Vissa frá Jarðarbrú. Það er 9 vetra gerðin og þetta flæg frá Torfanessi og Búvis frá Jarðarbrú. Þannig að þetta sé framan ykkur núna. Ef ég man rétt að þá er verið sem hann Höskuldur á með 9,5 fyrir skeið í kynbótdómi. Og við höfum eftir að sjá hérna flottan spretti gegn Trúgjöru. Enda bann maður með skeiðið á hann. Allir Sveinn Ingi Kjartansson á hann í mínu sinni. En hún er undan Fróða frá Staðarskóla. Maður er búinn að sjá svo nýstan Fróða. Þetta er flottur hópur að... Það er ánskóti gengur hjá hann. Sveitin. Já, það er með reysa á tíma. Já. Nei, það er mjög handað. Kjötinaður maður frá Keflavík. Bestu gerð. Og svo er það úti. Það hýttu. Við erum að 6 metra sveitabóta. Sjáðu hérna fyrir, sjáðu. Það er ekki braglar. Þetta er ekki á Elling. Bjarki og Sveinn. Þetta er svona Skagafjarðar. Þetta er helviti góð leik. Jæja, nú er við líka að fá svolítið klart. Þetta er aðeins að sofna hérna. Koma svo. Fúsi er búinn að rækta hross. Undan henni væntingu. En það er alltaf mikið vandræði að rækta það því Landi gefur alltaf, hann lætur virkilega vel á sig hross. Og við erum svo stutt að það er alltaf ekki að verða ekki að rækta.
að koma hérna öll mót á Akureyri. Já, en það er kannski þá sögum í gangi með að koma Rósalind aftur í Íslandi. Þetta er eitthvað Rósalind. Við erum ekki alveg vissum og þessi skipti sem hann var að vera. Nei, sjáu þér alltaf. Ég veist þetta atriði, sjáu þér, það er eitt af þessi. Knapur hérna, Atli, hann er metur og langur. Annars finnst þetta passa alveg. En sástu verðinu? Nei, þessi búið hrossirundarvæntingu er svo stuð. Það er aldrei þetta verðmerkið neitt. Hann næri bara 7 stöfum á hliðina á því, sko. Já, við skulum sjá hvað En hann gera. ætlar að handin undir krónflautardanskeppni. Afkoma hans er mjög laung. En er ekki með verðmiða. Sjá þessi. En nú komum við í gegn á dundrandi einhverjum. Sjáum við í kvöldum. Nú áttar þessi framfyrir í náttúrundi. Já! Ég er ekki við það, þetta er allt að gera. Ég er ekki að tengja hvað hans er stoltur núna. Snýst í 3 hringir og auðvitað. Já, mér Já, sjáum við þetta. Já! Já, bara beiti. Þá er það Bergsteinn. Það er ennþá til nokkru hluti til sölu Bergsteinni ef við vilja koma úr landi. Þeir eru sendir hérna upp í sjoppinu á eftir. Það eru 60 hlutir og kostar hver hlut 50 krónur. Já. Þessi er jöfnum aldrei að fá með sér. Það lætur við spurði það er okkur. Jæja, þetta var bara ágætt. Þetta. Það fáum við 2 stúlkur og 2 strákar. Það kalla sig hún Karitas Korodsen og Röfnur frá Middelsumermæn. Það er 11 kláruðar endur frá Kjartólum og 7 frá Akureyri. Já, svo er það Jóhann Svanur Stefánsson og Stormur frá Fyrti sem breytir grún, hann er 12 vetra gammal, þetta Reynóðið frá Fyrti og Svörðugur frá Fyrti. Og þá er það María Marta Bjarkadóttir, en hún er á Matra frá Hauganesi, 8 vetra gráur, þetta er Hundari frá Sámstöðum og Finnur frá Hauganesi. Og Fyrti er Hörskullur Jónsson og því frá Sámstöðum sem er 1 grá, 6 vetra gammal, undan Króki frá Íslandsfyrti, og Stormur frá Akureyri. Krókur, það er klárastöld að krók, það er eitthvað genaræktur líka hjá Kristi. Og þetta þokur. Við látum þetta flottu hesta dansa inn á salinn. Já, þetta er ríðandi hestarnirna. Strákar að sjá svona, 2 börn, 2 gráa. Allt hörkugóðu hestar. Já, þetta er flottur hestur, þetta er krók. Þungulífur. Hann er undan eins og þessi krókveitardalskinni sem eru á regnum Kristins Hugarssonar. Það er alltaf gaman að fylgjast með skrifum Kristins Hugarssonar og Jón Selfars á Hrafnagili. Ég veist alltaf að minna mig á fyrirverandi hjón sem þusa að rífast yfir öllum. Þetta eru flott hross. Já, virkilega flottur hópur, fáum að hér í gegn. Þau eru að hundrast inn í gegn á yfirfyrir tölti. Kemur hún Karitas á flokkatöfni á Norðarflokknum og hann er Jóhann Svanur Stefánsson og Stormur frá Fyrti.
En þá er komið að íþróttunum léttis 2018. Á þennan þekki ég að lista, það er Viðar Bragason, hann er fulltrúinn í fullorðinsflokkinn. Hann kemur hér á glæsihúsinu Lóu frá Gunnastöðum. Og í ungmennaflokki, þar er fulltrúinn Atli Freyr Maríunarsson. Hann kemur á léttir á Þjóðarsaga. Hann er á Össar frá Gljúfurárholti. Já, mér sýndist það sko. Svo er hann Egill Már Þórsson, hann er á Öskju frá neðri Rauðvík. Og í barnaflokki er það Steindór Óli Tóbjörnsson á einn hinnu frá Draflastöðum. Já, þetta er flottir fulltrúar léttis. Ég verð nú að segja þessum menn sem koma hér í hér ímsu atriðum 8 og 9 og 9 hrossum að heldur en því að vera svona vel í þetta þegar bara krakki. Eða ólífur. Já, þetta er eitthvað með hæfileika að gera þetta. Jó, kannski. En þessir kappar áttu frábært ár í fyrra og hlutum þennan titil fyrir árið 2018 og við skulum bara leiða okkur að gleðjast yfir góðum með þeim og horfa aðeins á þá leikarlisti sína hér til samfélag. Keppnistímabilið framundan og nóg að vera. Já, það er bara að keppa í þetta vetur. Jú, keppnistímabilið er náttúrulega bara að fara að þetta í janúar og ná fram á haust. Já, klappaðu út þetta, klappa fyrir þeim áframgröðum. Viðarinn á þeirri Jörpu frá Gunnastöðum. Glæsir eru fyrir. Ekki voðaður. Þetta er lífið. Og þá er það Atli Freyr Maríunarsson. Og þá Steindór Óli Tóbjörnsson. Á hugtaki Björnsletti Björnvík. Hann er með svona mjög einsleitt árangur og það er enga svona, það er ekkert upp og ríðu gengi í honum, það er alltaf bara næsta setið. En hérna kemur fínlistiði sem hefur verið markvörnið KS-deildina og þarna nær áhverjum á framan er liðstjórinn sjálfur
varmalegg. Já, og hér við hliðina á honum er svo Líney María Hjálmarsdóttir og Víglund frá Hveragerði raukskjóta 8 metra, undan Ásgeir frá Selfossi og Lísu frá Helgafirði. Já, Víglund. Þess búin að geta þjálfarinn þess hóps Arndís Björk Reykjálsdóttir. En hún á honum hraunari frá Vatnsleysu, 11 metra rauðbjörn og frá Múla og Sundur á Vatnsleysu. Við erum búin að gera mjög góða hluti á þessum næstu vetur. Mann hvernastöldið minnum við á Sauðárkróksdaginn og annan. Jú, svo er það Finnur Jóhannsson sem setur Kolbrúður á Rauðalæk sem er Móbrún, 9 metra. Hún er undan Arnómi frá Ísóksjálegur og Móviðri frá Ingibíli. Og svo er það Rúnar Þór Guðbrandsson og Traktor á Varmalegg, 15 metra, til að krafta Ringborg Gylfur frá Varmalegg. Slaka vel fyrir og það er gaman að sjá Rúnar sjálfan hér í nafnum, hann er nú maðurinn á bakvið Hrísni. Maðurinn á bakvið tjöldin og það er hans tjöld sem hann er búinn á bakvið. Ég verð að segja eina góða sögur. Að því Rúnar er nú hérna stofnandi og eigandi Hrísnis og bakhjall þessa liðs og fleiri liða. Að hann er í jakka sem hann þurfti að fá lánaðan. Hann á ekki Hrísnisjakka þetta yfir. Þetta er svo fínt maður. Þetta er að virka í litlum brekku þessi jakki. En við þökkum Hrísnisliðinu fyrir að koma, gaman að fá okkur, við erum endilega að fá að sjá meira af þessum glæsigærningum, ótrúlegur árangur þessa liðs og að vinna liðakeppni bátsveitarinnar 5 sinnum og hér komum við saman og Rúnar sjálfur í nafnum og leysir af að syngja sjótt sem er auðvitað hluti af þessu liði og virkilega gaman að hafa hann með kvöld. Við skulum bara horfa á hann fljóta. Það er þarna í orðinni. Mér er það gaman að sjá hana Línu. Ég er búinn að kynna hana í mörg ár og taka fram á Reykjavík og Jörgi Þorvaldsson og Míli Jakt og Eika Draugur. Og loksins gekk hún út. Það var einn Spaniða Suðurlandi sem rungaði sér yfir hana. Þetta þú varst búinn að auðvitað sem hann líkt þetta. Já, þetta er og þau eru búin að heita því að vatnið sem hún gengur með núna, það verður skýrt í jóknustöðu. Sama mjög og góða. Já, þennan rauða hest sem Arndís er á, þetta er frábær hestur, mjúkur og skemmtilegur, alltaf góður. Já, þetta er allt mjög flott hross, ólíkar týpur af hrossum en virkilega flott hvert fyrir sig og frábært að fylgjast með framgöngum þessa magnaða liðs. En þessi glæsihissa sem hún Líney á er í eigu fyrrverandi maka hennar en Líney hennar Jóhannu Þorbrekardóttir. Já, ég segi bara hver þarf að eiga ómyndilega frá mig eins og því. Það er fast skotið. Sjá hvað rosa vilja. Ég er bara að segja ekki nóg að Líney er uppbóðsmannur. Og það er gaman á það vatnið. Já, sjá hvað við sætt. Já, við skulum gera það gott lag. Við komum hérna í gegn völdinu. Frábært þetta.
svo álfadrottning á vori. Þá koma undrandi skeiði. Þá er hann finnur og svo er farið semlega. Það er kamningameistarinn og reyndkennarinn Þórður Reynoldsson og Rósa Arndís Björnsson. Takk fyrir þetta, góðsveita meðin. Breytina Þórdís Gunnarsdóttir og Sproti frá Myndi. Sjáu þið þetta. Svo taka það á móti þeim. Ekki að vera þetta. Hér á Þórdís Erla Gunnarsdóttir komin og Sproti frá henni 11 metra. Stór glæsileg og græðustur, þetta Norra frá Þúu og sending frá henni. Sending frá henni er búin að, ég sagði það nú á hrossarrækjunum daginn að hún hlýtur að vera búin að eiga 40 hross. En það er alltaf að koma græðusturinn. En þessi hestur er nú með hvorki meira minn en 8,50 fyrir byggingu, 8,18 hæfileikum, 8,31 í aðleikum og er með 9 á flestum stöðum nema 5 fyrir skið. Já, hann er með 9 fyrir brott, 9 fyrir stöð, 9 fyrir velju og geðslag, 9 fyrir fegri reið, 9 fyrir hófa og 9 fyrir bækjum og 9,5 fyrir hægri stöð. Sem er núna. Nákvæmlega. Náttúrulega klappaði þessi flott áleiði. Já, þessi glæsigi hestur hefur náð frábæran árangri í keppni líka. Það er ekki bara hátíðbótadómur, hann hefur skorað hvorki meira minna en 7,70 í fjórgangi og 8,71 í B-flokki. Hér er þeir fættur. Það er gaman að sjá Þórdísi þeysa hér úr salinn, en hún á ekki langt að sækja hæfileikana. Maður sá það svolítið þegar Þórdís var hérna á brúnum með áðan kvöld. Þessi hestur er svona settlega við hjá henni. Alltaf þegar pappina var að sýna hérna hrossi gamla daga, þá var alltaf eitthvað svona, það var eitthvað ekstra bælduð. Þau voru svo töff. Þau spændu svo á honum, rífu upp lappirnar og já, eins og maður segir, voru svo bælt. Man sá það svolítið í berinni áðan sem þau Þórdís var á og hvað var svona, var Gunnarstig. Já, og það er mikil útgistun og gaman að horfa á þessi hross. Og þú ert að tala settingu, hóður og Sprota. Hún á 7 fyrstu verðum að aðgæmi og þar að verður hross sem hafa gert það mjög gott í keppni. Og það er svolítið gaman að nefna það að það er svona ýmsar magnaferðir í hrossaverkefni, punktum ýmsar ferðir í sinni hrossaverkefni. Og afkvæmi sendingar, þau bera öll svona 3 tengdir nöfn. Að tala Sprota og Öst og Índi og svo framvegis. Þetta er skemmtilega hefðið að gera eitthvað svona. Já. Þá veitum við gera glæsilegur búningur. Já, gaman að sjá þetta fallega atriði og gaman að sjá hestinn sýndan svona á ýmsum gangtegundum og þetta er þrautþjálfaður hestur. Þau hafa komið fram í mörgum keppnum og eins og ég sagði það var frábær árangur þar að baki og þetta er rétt að byrja vegna þess að hesturinn er á besta aldri og það tekur sem tíma að byggja upp keppnishest og þeir geta orðið bara betri og betri og betri eins og við sjáum hér.
fyrir daginn að fór að riða alltaf með 2 tauma. Þá sagði hún alveg um leið, já pabbi myndi alltaf halda í þetta líka. Hann sleppur ekki af einhvern taum. Nei, og það bara gaman þegar þetta svona öll fjölskyldan innvikluð í þetta og það alltaf verið þannig á þeim. Bæði í þjálfuninni og ræktuninni og öllu starfinu í þessum sjálfu. Glæsilegt bara, takk fyrir okkur!